Heyrðu ykkur Þórunn? Ég heyri núna. Ljómandi. Það er ekki að vera velkomin á bara 28. fund. Velkomin Þórunn. Takk. Það gengið langt skeitt í dag. Annars erum við mennir í þjónustumiðstöðinni í Breiðholti. Fyrsti dagskrárliðinn þurfum við nú að fresta. Ungmennaræðan sá þessu ekki bættum að koma. Vonandi hittist við allavega einhvern tíma seinna. En það verður kannski næsta ráð sem að mun tala við þau. Sem þetta nú næstsíðasti fundurinn okkar. Þannig að Þráinn Hafsteinsson ætlar að hlaupa í skarðið og ræða aðgerðaáætlun vegna lýðheilsumála í Breiðholti. Ég ætla nú bara að gefa þér orðið og Þráinn situr alla fundi sem tengiliði þjónustumiðstöðvarinnar og veit allt hvað að gerast í hverfinu okkar. Þannig að gjörðu svo vel. Hefði mætti fyrst Þórunn, þetta mjög sérstakt kerfi sem við erum að vinna með, tvo skjái, láttu okkur vita ef að þú sérði ekki það sem við verið að deila. Ok, ég sé allt. Já, takk fyrir og Lýðheilsustofnunar Reykjavíkur var sem sagt samþykkt 5. október í haust og að renna örstutt yfir helstu þættina í henni. Það er sem sagt framtíðarsýn Reykjavík heilsueflandi, sjálfbært og fjölskrúðugt borgarsamfélag sem stuðlar að öryggi, jöfnuði, virkri þátttöku og vellíðan allra. Og svo er það leiðarljósið og það er áhersla á lýðheilsu ofin inn í alla starfsemi og stefnumörkun Reykjavíkurborgar. Þetta er dálítið víðara hugtak lýðheilsan heldur en heilsuefling. Þetta tekur yfir svo rosalega vítt svið og starfið byggir á bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma og veldur ekki skaða. Það er byggt á rannsóknum allt sem er unnið út frá. Og svo eru 3 meginmarkmið. Fyrsta markmiðið er sem sagt bætt heilsu og vellíðan á öllum æviskeiðum. Og þarna er heilsueflandi áherslan, heilsueflandi leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli og svo framvegis. Og svo eru forvarnamálin þarna undir, fyrirmyndaborg í forvarnum. Við höldum áfram að vinna það góða starf sem hefur verið í gangi þetta síðustu áratugi og borgarþróun fyrir heilsu fólks á jörðina. Og svo er það meginmarkmið 2, það er jöfnuður til heilsu, vellíðanar og engin skilin eftir og þarna erum við að horfa á jöfnuðin, það er náttúrulega skólakerfið sem er mikið jöfnunartæki og svo velferðarsviði sem er að skapa öllum þeim sem að standa til dæmis höllum fæti tækifæri til jöfnuðar, þátttaka allra og öryggi og friður. Og svo er meginmarkmið 3, heilsa og vellíðan er vegvísir í allri starfsemi Reykjavíkurborgar. Og þarna er áherslur á samstarf heilbrigða borg, lýðheilsustarf byggt á gögnum og reglunum mælingum. Þarna erum við með lýðheilsuvísana sem dæmi sem við erum að vinna út frá og rannsóknir og greining sem gerir alltaf mælingar á hverju ári á börnum og unglingum og svo sjálfbært velsældarhagkerfi. Og nánar fyrsta markmiðið, þá er sérstök áhersla á börn og ungmenni og aldraða. Varðandi heilsueflinguna og þannig geðrækt, heilsulæsi, hollara vali er auðvelt og Reykjavíkurborg sem vinnustaður. Síðan erum við með fyrirmyndaborg í forvörnum og þá erum við að tala eins og áðan. Áfram verður haldið áfram með samveru fjölskyldunar og foreldrastuðning, áhersla á þessa þætti, þátttöku í skipulögðu íþrótta- og frístundastarfi, almenn virkni barna og unglinga út frá eigin styrkleikum og
og þetta víðtæka samstarf sem búið að vera í gangi síðan 1997 að minnsta kosti, að krakkarnir sé að fá sömu skilaboð úr öllum áttum, frá heimilinu, frá skólanum, frá frístundageiranum og frjálsu félagasamtökunum eins og íþróttafélögunum, að allir sé að vinna í takt. Og svo jöfnuðurinn, þá þarna að uppfylla grunnþarfir íbúa á öllum æviskeiðum, húsnæði, þekking á viðkvæmum og jaðarsettum hópum, og þarna erum við að tala sem eiga svona undir höggasæki í samfélaginu, fjárhagslega íbúar af erlendum uppruna og svo framvegis. Þátttaka allra, áfram þessi jaðarsettu hópar, komið veg fyrir einmannleika og félagslega einangrun og aðgengi að þjónustu fyrir alla. Svo hérna aðgerðaáætlun sem er nú í smáu letri, en það sem sagt búið að útbúa áætlun til lok ársins 2023 og þarna meðal annars eitt af 3 áhersluverkefnum frístundir í Breiðholti. Það sem sagt frístundaverkefni sem við erum búin að vera með í gangi hérna í 2 ár. Og svo lýðheilsusjóður heilsueflandi hverfa, það fylgja þessu 30 milljónir þessu verkefni lýðheilsunni á hverju ári og 5 milljónir verða skildar eftir í sameiginlega sjóð til kynningar á lýðheilsu almennt í borginni, en við fáum svo úthlutað hérna út í hverfin og með fólksfjölda. Þannig að við erum minnsta í hlutinn að þessu fáum við 4 milljónir sem að fara þá í að framkvæma það sem að verður ákveðið hér í hverfinu varðandi lýðheilsumáli. Og sem sagt, ég ætla að segja ykkur aðeins frá því hvað við erum að gera, komið af stað hérna, og það sem sagt, það stýrihópur sem búið að skipa, hann hóf störf 14. mars. Hann undirbýr tillögur að aldurstengdum lýðheilsu og forvarna aðgerðum í Breiðholti. Og stýrihópur skipa, það Óskar Dýrmundur, hverfisstjóri, og Jasmína, leiðtogi alþjóðateymis, Erla Erlendsdóttir, aðstoðarskólastjóri Öldrunarskóla, fyrir hönd grunnskólana, og Sigríður Fanney á Hraunborginni fyrir leikskóla, og Helgi Eiríksson, fulltrúi fyrir frístundageirann, og ég svo starfsmaður þessa stýrihóps. Og það byrjað að leggja á ráðin og það eru 3 hópar í gangi núna. Það sérhópur sem að vinna áætlun fyrir leikskólaaldurinn, annar fyrir grunnskólaaldurinn og svo einn hópur fyrir aldraða sem að safna saman upplýsingum, og allir þessi hópar koma saman tillögur aðgerðir til ársins 2026. Og við erum að stefna því að klára þetta 1. maí, hugsanlega dregst þetta eitthvað fram í maímánuð að klára þessar tillögur, fyrstu tillögurnar sem að hópurinn skilar þá af sér, og þær verða svo sendar í umsagnarferli á stofnunum og félögum og einkaaðilum sem vinna með börnum og öldruðum í hverfinu í maí og þá hugsanlega fram í júní. Og þetta eru aðilarnir sem við myndum vilja fá til þess að yfirfara tillögurnar, og þá fá þessir aðilar tækifæri til að bæta í og koma með tillögur breytingar, viðbætur svo framvegis. Það starfsfólk, stjórnendur og starfsfólk leikskóla, grunnskóla, fjölbrautar, frístundaheimila og félagsmiðstöðva, stjórnendur og starfsfólk þjónustumiðstöðvarinnar, stjórnendur og starfsfólk Betri borgar fyrir börn, SLÖFF-hópurinn, við kannski viti ekki hvað það er hópur sem að hittist mánaðarlega, forvarnahópur í Breiðholti, og þetta samstarf lögreglu, frístundar og félagsþjónustu. Ég stjórna þeim hópi og við hittust mánaðarlega og förum yfir stöðun í hverfinu, leggjum á ráðin hvort það þarf að bregðast við einhverju, eitthvað framundan sem að þarf að vita, og til dæmis allar árshátíðina núna hjá grunnskólanum, að þá lögregla með okkur á þessum fundum. Þeir fá nánar upplýsingar hvenær þetta og þeir skipulagt sína starfsemi og vaktir út frá því að þarna eitthvað að gerast í hverfinu á þessum tíma. Mjög öflugt og gott samstarf, og svo höfum við verið í samstarfi í sambandi við foreldrafélögin líka. Foreldrafélag grunn- og leikskóla,
og svo félagasamtök eins og íþróttafélögin, skátarnir og fleiri, einkaaðilar svo sem tónlistar- og myndlistar- og dansskólar og svo börn og foreldrar barna. Þannig að þetta svona, við myndum gjarnan vilja fá frá okkur hugmyndir og tillögur ef það eru ykkur fleiri sem að þyrfti að gefa svona umsögn þessar fyrstu tillögur stýrihópsins. Mér þetta nú þegar að Jóhanna situr hérna, sannlega á samtökin. Já, og kannski aldraðir. Já, það er... Erum við með eitthvað... Nei, það vantar inn á þennan lista umsagnaraðila fyrir aldraða. Já, FEB, heitir ekki Félag eldri borgara. Já, það er líka öldungar að Reykjavíkurborgar. Já. Já, Þar eru margir sem já, aldraðir. En ekki svona félagasamtök, sko, eins og til dæmis Árskóla. Árskólann og... Það eru svona notendaráð, svo gutt. Þau getur tekið þetta. Já. Og svo sem sagt, lokaútgáfa yrði þá útbúin eftir að umsóknarferlinu lokið og það yrði þá í sumar sem við myndum klára það og svo myndum við kynna þetta með starfsstofnunar og samstarfsaðila og íbúa í hverjunu. Seinni hluta sumar svo fram á haust og fyrsta aðgerðir færi þá í gang á leið og svona skólabyrjun hæfist. Þetta er svona vinnuferli sem við erum búin að skipuleggja í þessu sambandi. Og þessi 3 hópar sem eru núna að vinna, þeir eru búin að hittast nokkru sinnum hver og eru að kalla til liðs við sig svona eins og eldri borgararnir, þar eru fulltrúar frá Gerðubergi, Árskógum og Seljahlíð og þau eru að kalla til sín fulltrúar frá heilsugæslunni og heimaþjónustunni til að samræma og útbúa sameiginlega aðgerðir. En þetta var nú allt þetta þessu sinni. Takk fyrir. Takk. Já, flott. Þetta er einhverja spurningar. Nei, það er bara velskýrt. Ég er með eina spurningu. Já. En að ég einhvern veginn er með alltaf svona kort af Breiðholti í huga. Mér langar svo að hafa svona, að það er gert svona göngu- og hjólakort fyrir ólíkan aldur sem að væri kannski með svona, áningarstaði inn í hverfinu. Það sem að þú bæði það væri kannski svona litakóða, það væri eitthvað skoila leiðin, græna leiðin, eitthvað svona. Og svo getur líka verið bara einn hringur, frá Árskógum upp í eitthvað Seljahlíð og bara tilbaka aftur. Þetta væri svona áning, væri kortlækning á einhver svona áningastöðum sem þú gætir sest niður, notið og svo heim aftur. Og þú getur gert þetta fyrir allan aldur. Það væri kannski að fara í sund úr Seljahlíðinni eða í sund úr Breiðholtsskóla eða upp í Gerðuberg. Og þú væri með svona korta. Hvað að segja, það er líka svona fjölskyldukort, fyrir allan aldur, sko. Mér greinir svona eitthvað, ég er einhvern veginn séðan til svona litrík kjóla og göngukort með svona fjölskyldumænum áningastöð. Og hengi inn á fallegu myndlistina í hverfinu, útilista það skilur. Dæmis og líka svona kalda stíga sem eru og svona perlur í hverfinu sem það er kannski gaman að vita, kannski margir bara veit ekki eða þú veist ekki kannski í næsta hverfi, en þú verður til að fara þangað og skoða. Eða niður í dal, eða einhvern svona eins og hringur, stíflirhringurinn niður í dal, eða... Það voru útbúin svona kort fyrir 5-6 árum síðan, göngu- og hjólaleiðir með mismunandi litum og þau voru hengt upp í þar sem að eldri borgararnir eru með sína aðstöðu og íþróttafélögunum niður í en nú er bara komin betri tækni og það er svona þessi rafræna útgáfa og við erum komið grunninn að svoleiðis korti fyrir Breiðholti með allri þjónustu. Þannig að ég held að ég tek þessar hugmyndir bara áfram og sameinum með þetta í eitthvað eitt gott og flott. Bara takk fyrir. Fleiri spurningar?
Engin. Þannig þá þakka ég bara frammi fyrir gott innlegg, hann hlaupa svona til og stundum fyrirvara. Og þá velti ég fyrir mig hvort að Hann Helgi að detta inn. Helgi þetta inn ef það kannski bara taka málefni hverfisins til umræðu með við bíðum eftir Helga. Ekki tíð fyrir stuð, sko. Ekki til fyrirstöðu, þá bara bíðum eftir Helga og förum í þriðja dagskrá. Eitthvað sem að eitthvað liggur á hjarta? Já, ég myndi vilja taka upp það var svo rosalegt rusl. Það er stendlega verið út af öllum sem löngur snjólum. Mikið rusl líka bakvið og í kringum hvað heitir þetta samstöðunar og mikla skemmtir eftir líka snjólum. Bæði og þetta eru alltaf mikið til þess að taka myndir og senda inn ábendingar. Þannig að það væri gott bara hverfisstöðin myndi kannski taka þetta út í hverfinu og bara til dæmis á grasflötinu í Hallsteini myndtakar og fleiri stöðum í Reykjavík sem hefur skemmt sko bara grasið og búið að lyftast upp, svona grasbörð. Nei, Velkomin! afsakið hvað ég Kannski eitthvað sem er að laga? Og bara óheyrðilegt magna rusli líka út allt. Þannig að Ég sjá líka mikil umræða á Facebook þetta. Eitt er auðvitað með hverfis sko náttúrulega stöðarnar. já, Grændastöð, það var bara ein grændastöð sem var bara lokað í Bökkunum. Hún var bara lokað vegna slæmrar umgengni eftir. Og svo sýndist mér núna nýlega að það væri bara ný hverfisstöð. Þetta grændastöð tekin við fyrir rusli. já, og þetta veist, þetta er svolítið óskiljanlegt. Þetta er eins og sé langt í sorg. Ég bara Í þessu samhengi bendi ég á þessa frétt hérna á vef borgarinnar síðan með síðasta mánuð sem hefur verið að fara í gegnum svona áhrif veðursins og COVID á sorphirðu og þar að meðal hirðingu á þessum grændastöðum. Já, ég meina, þetta fólk var líka veikt af veikindum og fær líka flensu. Já, nei, ég meina, þetta er auðvitað bara þetta fólk, því ég er ekki að meina hirðingu og grændastöðum, ég er bara að meina fólk er að skilja eftir hluti sem ekki að vera grændastöðum. Og veist eins og ég sé notandi grændastöðum, þá myndi ég að skiljandi eftir ef að það mætti vera bullur. En fólk gerir það og ég benti ykkur fólki að daginn á það, ég sagði við þau, ég sagði bara það, veist það má ekki, veist það er ekki allt sem fólk skilja eftir bókaðin fyrir utan gaman og þau séu bara við vissum það ekki en það er allir að gera. En þau tóku síðan bókan sem löpið í burtu, veist ég að þarna. Já. Þannig að það þeir kannski bera ábyrgð á sínu en ég held samt að ábyrgð við nefnstundum svolítið grasa sem að hlettist upp á. Þetta er eitthvað sem að það er gott að fyrir ábyrgð þeir þetta er bara svo víða skilur, það er bara endalaust að senda ykkur ábyrgðum, það er svo mikið vinna þetta er ekki einum stað, þetta er svo rosalega víða. Ég var bara því það, þú veist, út í Selvaskóla í gær og tók ekki þessu. Þannig að Já, það er líka maður keyrir hringinn upp í Seljum, það er víða sko brotnar girðingar eftir snjómokstri. Og svo er rosalega líka orðið það þarf að klikka upp á Seljum. Það er orðið mjög leiðilegt ástundar umhverfar. Ég er bara, út af því að Eyjólfur frá Í er komin inn og innkom hans er aðeins búin að frestast, það er bara spurning hvort að við viljum taka þá málefni hverfisins aftur. Og taka hitt. Já, gerum það. Bara velkomin Helgi. Já, takk fyrir. Þá bara vindum okkur í annan dagskrárlið. Og Eyjólfur er hérna dóttirinn einnig. Heyri ykkur Eyjólfur. Heyrið mig núna? Já. Já, glæsilegt. Heyrir þú skemmt okkur? Já, heyri vel í ykkur. Já, ljómandi. Það er bara velkomin til okkar á fund í Breiðholti og gott að þú gast þig í boðið til að ræða frístundastarfið í Breiðholti. Hingað er líka komin Helgi hérna í miðbergi, Eiríksson, er þetta ekki framkvæmdastjóri? Já, við sko að hafa þetta á hreinu. Og mér langaði svolítið að fara samtal frístundastarf í Breiðholti. Og mér finnst þetta mjög mikilvægt þjónusta sem að borgin er að veita og íþróttafélögin í hverfinu og náttúrulega allar tómstundir bara sem tengist frístundum almennt og mér langaði eiginlega bara svolítið svona kannski að
Please try again. Við hefum hérna reynt bara frístundastarfið í hverfinu og hvað að segja, bara reynsluna af að vera með frístundastarf í Austurbergi og þessi samþættingu þjónustu sem að þið og hafi haft við fjölskyldur og börnin í Breiðholti og svona reka tilurð og þú kannski fyllir síðan bara upp í Eyjólfur þegar helgið búin ef það ekki að fara saman eða svona við okkur. Ég skal taka smá innganga að þessu og sögulegt ágrip og ég er með Þráinn til að bakka mig upp því hann er búinn svo lengi hérna líka og við unnum þetta lengi saman. Þannig að ég kannski bara grípa boltana. Já, gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara að byrja að fullera við ykkur að samstarfið milli Frístundamiðstöðvar Miðbergs og ÍR á heimsmælikvarða. Og við hefum gert fullt af hlutum saman. Í rauninni kannski þetta svolítið löng saga, ég ætla ekki að nefna nein ártöl. Þetta byrjaði munið eftir umræðum sem byrjaði fyrir nokkrum árum síðan minkurskullið. Og þá það sem að gerist alls þær Reykjavík að það koma þessar frístundarútur. Frístundarútan fer á milli skólana, frístundaheimilina, ykkar börnin núna í dag og kemur þeim á æfingar í þar sem þau eiga heima. Frístundarútan er rekin af ÍR með styrk frá borginni og ÍR-ingur til hrós þá hafa þeir aldrei, eins og ég hef heyrt af gegnum tíðina í öðrum hverfi, þeir hafa ekki lokað á aðra frístundaiðkendur í hverfinu. Þannig að ef það einhver sem að komast skilu úr Breiðholtsskóla, upp í tónlistarskóla Sigursveins upp í Efra Breiðholti, þá er hann velkominn í rútuna. Er ekki rétt með farið? Já. Jú, ég held að. Það vil ég rosa yfir ykkur fyrir. Þannig að við hefum náða að gera alls skemmtilega hluti. Við gerðum síðan ákveðna tilraun, nú er komin okkur COVID-ár, ef maður segja að það séu 5 ár síðan Þráinn. Við höfum byrjað. Þá gerðum við þá tilraun að ÍR reynda skipuleggja sínar æfingar með þeim hætti að sem flest börn frá 1. upp í 4. bekk væru með æfingar á frístundaheimilistíma, sem sagt fyrir klukkan 5 og upp í Austurbergi. Og þá nýttum við okkur aðstæðuna í samstarfi við ÍR sem kallar undirheimar, kjallarinn undir sundlauginni og þar vorum við með svona, hvað má segja, útibú af frístundaheimili. Þannig að börnin sem voru kannski frá æfingu þann daginn, þau gáttu komið með rútunni, þau voru sótt í frístundaheimilin, gáttu komið með rútunni, það var starfsmaður hjá okkur í rútunni sem fyllti börnunum alltaf leið. Það var farin í Austurberg, sem voru kannski börn sem þurftu að fara á æfingu klukkan 3, þá fóru þau, komu þjálfarar, sóttu börnin, þau fóru á æfingu, önnur börn voru áfram, síðan komu börn sem voru búin á æfingu klukkan 3, kannski klukkan 4, fóru aftur í frístundaheimilið og önnur börn fóru af stað. Þannig að við vorum rauninni bara með þessu að reyna að hækka þjónustustigið gagnvart börnum og fjölskyldum í hverfinu. Og þetta gekk bara ágætlega. Það voru samt alltaf gallar á þessari framkvæmd að því lítum til að það var kannski svolítið erfitt að koma sérstaklega stæðstu greinunum eins og fótboltanum upp í Austurbergi. Því að menn vildu vera á ÍR-svæðinu, út á gervigræsvelli, ekki inn í húsi og allt það. Það var þó alveg einhver svona tímabil sem við náðum aðeins að gera það, en það var ansi mörg börn sem fóru í gegnum þetta kerfið þarna. Og í einhverjum tilfellum líka var það þannig að ef voru börn sem voru til dæmis að fara í sund hjá Ægi eða eitthvað, þá voru þau alveg velkomin og ÍR-börn. Ég man nú ekki eftir að hafa endalega verið tónlistarskólan eða eitthvað skilur, ef sú beiðni hefði komið upp þá hefur verið vel tekið í því. Það í rauninni þannig í dag að rútan þjónustar dansskólana, tónlistarskólana og íþróttafélög. Já, og en síðan byrjar uppbyggingin á ÍR-svæðinu, alltaf húsnæði sem að koma þar og bara frábæra aðstæða sem að koma þar. Og það kemur smá tímabil, bæði kemur til á COVID-ið, ég held að hann kannski ekki mikið með það hægt að gera, en allavega út af þessum breytingu, hvort mjög margar æfingar farin að færast mér á ÍR-svæðið og farin að færast í önnur hús og svona, að það kemur smá hlé í þessu samstarfi. Og núna langar okkur og erum byrjuð að tala saman og skipuleggja Frístundamiðstöð Miðberg og ÍR-ingarnir
það hvernig við getum gert þetta þannig bara sama konsept og við vorum upp í Austurbergi og bara færa það niður á IS-svæðið. Þannig að það kannski, og þar erum við kannski svolítið stödd núna, við erum að skoða hvernig og allt svoleiðis. Við erum að reyna að greina hversu mörg börn þetta geta verið, hvernig tíma. En eins og ég segi, þetta er ekki einfalt í framkvæmd, því að þetta snýst það að skipuleggja allar æfingar á réttum tíma, passa börn í handbolta og fótbolta sem eru báðum fyrir sér fyrir sama tíma. Þú veist, þetta er bara mjög flókið. En þetta er eitthvað sem við teljum að sé úrvalsgóð þjónusta fyrir íbúana í hverfinu. Og já, þetta er kannski svona formálinn að þessu. Allavega báðir aðilar með mikið vilja að gera þetta, en síðan eru kannski einhverja hindranir. Kannski getur Eyjólfur komið með einhverja hindranir og sett okkur á þeim. Er eitthvað að fara úrskeiðis? Nei, það er ekki að fara úrskeiðis. Þetta er bara afsakið Eyjólfur. Þetta er bara eitthvað, það er allt í góðu með útsendingun og allt, sko. En hvað segir Eyjólfur? Hefurðu eitthvað að vita bæta? Já, sko, það sem að gerast hjá okkur er þetta að við erum að opna núna, við erum með knattspyrnuvöll og við erum búin að opna fjölgreinahús þar sem knattspyrnuvöllur innan hús og æfingaaðstæður fyrir frjálsíþróttir. Og síðan að fara að opna núna næsta mánaðamót, eða vonandi fyrir næstu mánaðamót, frjálsíþróttavöll sem klæsulegu völlur aðeins lengra frá okkur. Og 1. ágúst þetta opna parkethús, það sem verður mjög flott aðstæða til þess að stunda körfubolta og handbolta, svo dæmi sé tekið. Og samhliða þessu þá hefur verið teiknað hugmynd að nota fjölgreinahúsið aðra hæðina og færa skrifstofuna þangað. Og það eru líka 3 salir sem hægt er að nota og þá hefur komið upp svo hugmynd hvort það væri sniðugt þá bara innrétta aðra hæðina og jafnvel hluta þá af aðstöðunni annarri hæðinni í fjölgreinahúsinu sem einhvers konar frístundar aðstöðu fyrir þá þessi ungu börn 1., 2., 3. og 4. bekk sem eru að koma sem í ungum, að geta að prófa margar íþróttir í einu og þetta er mjög hentugt að þær eru allar á sama svæðinu, geta að prófa frjálsær, fótbolta, knattspyrnu, körfubolta, handbolta og líka 3. og 4. bekk sem eru þá líka í frístundum og eru að geta verið nota þessi eins og IF-tvennuna. Þannig að þá hægt að hafa þannig fyrirkomulag að börnin sem kæmi hingað með rútu strax út í skóla getur farið þær íþróttir sem þeir eru, hvað sem 1 eða 2 eða fleiri og síðan verið áfram þangað til þau eru þá annarkvort eru sótt eða fara með rútu í lok dagsins upp í skólann aftur. Og þetta getur einfalda mjög mikið lífið hjá foreldrunum og líka ykkur blöndun og gæði hjá krökkunum að prófa íþróttir, kynnast krökkum í öðrum hverfum og bara virka sem hluti í forvörðun og kynnast í líka að vera hluti af íþróttafólki framtíðarinnar. En það var bara spurning hvað þarf til að ef þetta yrði nýtt sem frístundarheimili þyrfti eitthvað að innrétta hugsanlega öðruvísi á annarri hæðinni og það kallar fjármagn og það verður líka heldur ekki enn komið fjármagn fyrir þessi innréttingar á annarri hæðinni í fjölnotahúsinu til þess að geta þá byggt upp skrifstofuaðstöðu þar. En þetta er eins og hnotskurn það sem pælingarnar okkar og í þessum efnum. Eyjólfur, veistu hvað þetta eru mörg börn sem þið er með núna á þetta í 1. til 4. bekk eða ekki? Sko, við gerðum einhver úttekt á þessu, hvað við getum búist við og minnir að stærðargráðan hafi verið eitthvað kringum 240 væri maxið. En við vorum ekki búin að fara í mjög ítarlega greiningu, ykkur krakkar eru tvítaldir, og þannig að, þannig að það væri þörf sennilega fyrir, ég veit ekki, eitthvað yfir 100 krakka, 100 til 150 og síðan veit maður ekki ef aðstæðan reynist mjög góð og lokkandi fyrir börnin þá getur bara orðið einhvers konar sprenging í líka fjölgun, eins og við erum ekki að fá mikið á krökkum eins og úr 111 póstnúmerinu þrátt fyrir að vera hverfisfélaga fyrir 109 og 111
En ef það myndi breytast, þá myndi það breyta myndinni heilmikið, það yrði mikið fjölgun. Já, bara til að bæta í sko tölurnar, þá eru 170-80 krakkar sem eru í ÍR-unga verkefninu, skráningu. Og það er bara fyrst mannabekkur og svo erum við að tala 3. og 4. bekk líka og þá getum við gett ráður að minnst að kosti 100 ef ekki fleiri þar. Hverju sinni? Já, þetta eru þau sem eru skráð og svo eru þau að fara í þessuna margar íþróttir sko, í ÍR-unga verkefninu. Og bara svo kannski til að bæta inn í það tölur að ég sko bara til að taka það fram svo að ég þurfti vitið öll. Síðustu Mýrberg rekur ekki frístundaheimili í 1. og 2. bekk í Fellaskóla. Skólinn rekur það út frá sérverkefni, bara út af sérstöðu þess skóla og frístundaheimili þar frítt. Það kostar ekki að frístundaheimili þar. Það eru bara verkefni þar sem verið að reyna að auka tíma sérstaklega barna sem erlendum uppruna í íslensku málumhverfi og markvisst verið að vinna með inntöku á íslensku inn í því starfi. Það er að breyta þeim. Við skilum bara svo við vitið. Það þýðir ekki það ef að Miðberg fer í samstarf við ÍR eitthvað svona að börnin í Fellaskóla 1. og 2. bekk fá að koma með. Flækir aðeins málin en við munum leysa það. Já, þessi barnafjöldi, það þegar að þráin segir þessi 170 börn í 1. og 2. bekk. Þá skulle vera að gera ráð fyrir því að séu 168 eða eitthvað skil sem í frístundaheiminum því að langflest börn í grunnskólum eru skráð í frístundaheimili í 1. og 2. bekk. Það er bara undantekning ef börn ekki í frístundaheimili. 170 er það ekki það sem er skráð í ÍR-unga? Já, jú. Það er ekki allir nefndum? Nei, það er ekki allir. En sko bara til að segja ef það er 170 skráð, þá eru eiginlega allar líkur á því að það séu frístundaheimili. Og En síðan kannski bara svona, til þess að setja kannski svona samhengi það sem við höfum verið að gera þessi börn sem að koma sem sagt á æfingar hjá ÍR og við erum að bjóða upp á þetta út í bú. Þá er það, við erum bara að bjóða upp á það fyrir börn sem eru skráð í frístundaheimili. Það er rauninni, foreldrar eru bara að fá, meira fyrir peninginn. Við erum ekki bara að taka móti öllu börnum sem eru að fara að koma á æfingar hjá ÍR. En það er vantarlega ekki ástæða til þess því að foreldrarnir hafa valið það. Þau eru ekki frístund. Þannig að en eins og ég segi, þetta er svolítið skipulag og það sem við erum kannski, og án sem ég vil vera að skipta mér mikið af innramálum hjá ÍR, en þá standa þeir, hvernig þeir geta klárað aðstöðuna, hvaðan kemur fjármagnið, því að við viljum það helst fara af stað næsta haust og meðan við erum ekki komið með fjármagnið, þá byrja enga framkvæmdir. Þegar enga framkvæmdir byrja, þá eru líkurnar að þeir eru tilbúið haust alltaf minni og minni með hverjum deginn. Þannig að en ég bara svona, ég svona bara fullyrði við ykkur sem eru í íbúðaráðinu að þetta sem við erum að hugsa, að því við erum búin að gerast tilraun upp í Austurbergi, þetta mun verða mjög verið nýtt og foreldrar í hverfinu verða mjög ánægðir með. Ég held að það sé bara góð þjónusta. Hvað verður þjónustuna eins og upp í Austurbergi? Hún hefur bara legið alveg niðri undir heimum. Já, hún hefur gert það. Meðan að því að það bara gekk ekki lengur koncept til að voru ekki nóg margir krakkar á svæðinu. Það búið að færa fótboltann niður eftir og það búið að færa körfuboltann í Seljaskóla. Já, rétt. Þá var handboltinn bara einn eftir og karate. Já, og til þess að við getum gert þetta, þá þurfum við ákveðin fjölda. Eins og ég hef hugsað þetta, við erum ekki að ráði neitt auka fólk út af þessu. Við erum bara að færa starfsmennina með börnum. En ég held líka að þessi aðstæða sem við erum að byggja upp hérna niður í Skógarseli, þetta er alveg einstakt og þetta er ákveðin svona lúxus að eiga ennþá land og hafa geta byggt upp hérna og geta síðan boðið krökkunum upp alla þessa flóru af íþróttum. Það er algjörlega einstakt, sko. Þú nefndir frjálsar fótbolta, handbolta, körfubolta, svo eru allar börnaíþróttirnar líka. Já, við erum júdó og taekwondo hérna í kjallaranum. Já. Brynja búin að vera með dans líka? Jú, dansinn á nefni. Já, Brynja tók yfir dansinn, já. Það var nú einu svona dansdeildi á ÍR en hún er nú legið niðri síðustu árin.
Liggur fyrir ykkur, meðal annars heimsmeistara í dansi á tímabili. Eyjólfur, liggur fyrir ykkur kostnaðaráætlunum í sambandi við framkvæmd? Nei, þetta hefur bara verið rétt höfðum pening sko til þess að láta teikna drög að annarri hæðinni fyrir skrifstofu og þessa sali. Við vorum búin að senda, var ekki á ykkur Þráin og Jóhannes teikningar af heimilinu okkar og þessu tillögu, svo þið getur svona eins skoðað svona hvernig þetta fittar svona miðað við þarfir eða við að reka frístundarheimili. Já. Þegar við erum þetta ekki sérfræðingar að reka frístundarheimili og það er ekkert ætlunin í okkur heldur þetta væri bara undir hatti þeirra sem eru að reka núverandi frístundarheimili. En þetta er með tvær spurningar. Hvað eru mörg í frístund í 1. til 4. bekk? Vitið þið það? Já, við Það eru 170 bara í hringum, ég meina að það er kannski ekki allir. Nei. nýtingaprósent, það var eitthvað 70% minnum mig síðast þegar skóla. Það var alveg rosalega hátt. Ef þú ferð alveg upp í 4. bekk, já, en sko hlutfallið er miklu hærra í 1. og 2. bekk, það lækkar í 3. og 4. bekk. En það sem kannski líka bara, svona, ef við erum að tala um eitthvað svona bónus bara fyrir borgina, ég er búin að vera í 2 starfshópum núna undanfarið, sambandi við stækkun Ölfuskóla, stækkun Seljaskóla og það er verið að horfa svona þetta allt saman í heildina og rauninni kannski er ekkert endilega verið að tala um að stækka þessa skóla, jú kannski Seljaskóla frekar, en þetta er svo flókið, við erum að horfa á þetta heildstætt, af því að Seljahverfi er svo óbúslega skemmtilegt hverfi, hvernig þessi 2 skólar mæta sín í miðjunni þar sem að félagsmiðstöðin er og við erum með samt frístund fyrir 3. og 4. bekk úr Seljaskóla og Ölfuskóla. Málið er það að húsnæðismálin húsnæði í Ölfuskóla er kolsprungið. Það eru bara með 1. og 2. bekk. Það er búið upp hugmyndir að taka eitt leikskóla og loka honum og byggja við annan leikskóla og við færum þangað og það er alls konar, þetta er svona 5-6 sviðsmyndir skilur sem voru settar upp úr þessum starfshópum og það er ekki búið að afgreiða sem sagt þessu stutt síðan að hóparnir skilu af sér. Þannig að ég myndi segja bara svona út frá því sem að liggur fyrir á borginni að ef við náum að létta svolítið á frístundaheimilunum með þessu, þá eru líkur á því að ég ætla ekki að lofa neinu, en það eru líkur á því að þurfa að byggja minna. Og það er til húsnæði. Not ventilation, þá maður. En stækkunin er það bara tengt þjónustu frístundi? Nei, þetta er flóknar þetta. Já, en ef það er þannig, það langar að spyrja einu. Hafið þið skoðað að búa til unglingaskóla í Seljaskóla? Hann er starfsmaður í... Jú. Það hefur verið rætt. Já, nei, ég er búinn að starfa sem framkvæmdastjóri frístundamiðstöðinni Viðbergi frá því 2005 og nokkur ár og undan því starfa ég nokkur ár inn í hverfinu undan, þannig ég er svona aðeins komið að ýmsum málum hérna í hverfinu. Þegar við vorum í svakalegri vinnu þegar eftir sem sagt fjármálahrunið, þá var nú talað svolítið um sameiningu skóla og meðan annars var talað um að sameina Fellaskóla og Hólmskóla, sem var ein hugmynd sem var gengið tilbaka með. Það var ein hugmynd sem enginn þorði að fara út á sínum tíma, sem ég var rosa skotin, það var bara unglingaskóli í Breiðholti. Og Fellaskóli, það er Fellaskóli og Hólmskóli eru saman og Fellaskóli eru ekki bara unglingaskóli, eða kannski getur verið 2. Ég veit alveg hvernig svona, ég á barn sem sagt, eða börn sem í Bjarnabænum, börnin mín eru í yngstu deildunum í Ártúnsskóla og fara sínum Bjarnabænsskóla. Og ég skal segja ykkur það var frábært eiga börn í litlum skóla. En þegar börnin mín fóru í litlum skóla, í stóran skóla, það var svona 3 sinnum frábærra heldur en að vera í litlum skóla. Bara fjölbreytileikinn, möguleikarnir á vali, allt þetta sem stækkar svo gríðarlega. Það er bara mín skoðun, ég er komin langt út fyrir mitt.
Nei, bara þú segir þetta, skilur. Já, þú varst að spyrja þessu hvort það var bara ekki vísindina, því að vantar ekki, ég myndi því að það hefur verið bara svo góð raun á þessum skólum sem eru, að því það er bara fyrir og sérhæfð þekking. En síðan má kannski segja, bæði Seljaskóli og Ölfuskóli eru frekar stórir skólar á reykjavískum mælikvarða og ég hef kannski ekki alveg þekking á því að geta sagt mér, skilur, hvað er heppileg stærð á skóla og einhverjum það aðrir sem kláraði því heldur ég. En ég er bara hrifinn á konceptinu unglingaskóla. Svona safnskóla fyrir. Já. Já, svona svo réttskóla, Við skulum ekki glemma því, oft í þessum stærri skólum, það er einhvern veginn svona sérstaklega börn sem er kannski svona erfiðar upprættar. Þau finna stundum eitthvað í fjöldum sem þau finna ekki í þrönguumhverfinu. Erum við eitthvað fleiri spurningar? Mér alveg bara vantar svo, eitthvað svona fjárhagslega ramma, hvaða hugmyndir eru við, hvað er þetta að færa yfir, hvað er það sem raun og veru þarf að kaupa, hversu fjarlægt er þetta? Ef ég segi kannski bara svona aðeins, ég ætla að leyfa Eyjólfur að svara samt húsnæði, en ég bara aðeins í rauninni erum við með allt þetta samt, rútuna og starfsmennina og allt þetta, við erum með fjármagn fyrir því. Það sem við stoppum á er að koma sér aðstöðu upp. Það er búið að byggja húsið, þá eftir að yfirleita. Ég veit ekki hvort Eyjólfur hvort þau hafa náð að skoða, gert einhverja kostnaðar á þess að það var teiknað. Ekki sem ég held alveg örugglega ekki, það var bara ekkert fjármagn í neitt meir en bara að gera draugateikningu, guðribelda síðustu aurarnir voru bara notaðir það, eða verið að meina aðstöðuna af annarra en í Fjölnótahúsinu. Og hvað viðvíkur annarra hæðinni í IR-heimilinu, þá kannski var næsta skref að fá feedback á og eitthvað svona ráðgjöf á svona hvernig núverandi rými nýtist, hverju myndi þurfa að breyta, myndi þurfa að fella niður einhverja veggi eða stækka einhver rými eða hólfa niður eitthvað frekar, það fer bara eftir því og það er svona bara þarfagreiningu hjá þeim sem þekkja til að reka frístundaheimili, hvað þarf, það er einhver aðstöðu að vera með nesti, það er eitthvað ákveðna marga fermetra á hvert áallega barn og svona ýmislegt annað og bara að fá feedback á það og þá er þetta að fara einhver svona mat á því hvað framkvæmdi myndi kosta. Og það er ekki flókið að gera það, það er bara næsta skref sem við erum að taka, það er skilgreint. Hversu marga fermetra, er þetta ekki upp þessi? Þetta er í beinni útsendingu. Það er svona samlíking sem ég nota stundum samt við reglunar samt við velferð dýra, það er oft fleiri fermetrar þar heldur en fyrir börn í frístundaheimilinu, það er önnur saga. Við erum ekki að segja hlutir þess að það er. Ég ætla að láta bara, en auðvitað er náttúrulega það sem er hugmyndin með frístundaheimilinu og síðan það annað, græna planið hjá Reykjavík gerir ráð fyrir miklu meiri samnýtingu milli skóla og frístundaheimila og ég rauninni kalla það að mínu mati á endurskipulag skólastarfs, endurskipulag á hvernig skólastofur eru settar upp og fleira, endurskipulag á því hvað kennarar geta verið með vinnuaðstöðu, kennari sem er vinnuaðstöðu í stofunni, það er ekkert að vera með frístundaheimili þar sem hann er að vinna og svo framvegis. Þetta er svona en það er alveg skýrt hvað þarf marga fermetra og við þurfum bara að setjast niður aðeins og klára það svo. En það er svona cirka að hvernig fyrir 4 fermetra. Spurningar? Og er það einhvers staðar, já það er 4 fermetra, er það einhvers staðar bundið í einhver lög og vinnuskilyrði eða? Nei, það er ekki, það er í rauninni borgarasamþykkt rekstur frístundaheimila, það er þetta skilgreint. Já, þannig að það er ekki vinnustaðar, eitthvað svona vinnueftirliti Nei, þetta eru reglur sem borgin hefur sett sér sjálf. Og hvað er til dæmis svo í regnbónum sem er alveg hræðilegast það? Það er bara sprungið. Já, hvað er mörg börn og fermetra þar? Ég get ekki sagt, það er alltaf líka, já. Já, við erum að nýta annað og við erum rosa mikið að fara það líka inn í skóluna, og nýta sérgrannastofu þar og síðan okkar kemur eitthvað íþróttum erum líka eitthvað börnum fara í frístustrætóin.
En það eitt af því sem ég er að segja, þú veist, regnboginn sprunginn. Og ég get bara sagt það sem við gerðist þar, stundum gerast jákvæðir hlutir sem koma í vandræði. Að við vorum sem sagt, það var að springa aðstæðan hjá okkur, bæði í Seljakverfinu og við Eldstöðaskóla. Þannig að og síðan vorum við líka farin ákveðna hugmyndafræði að börn sem var í 3. og 4. bekk væru svolítið eldri heldur en börn sérstaklega í 1. bekk og 2. bekk. Þau þurftu önnur viðfangsefni og kannski sér stað fyrir sig. Þess vegna búin til þess að safnfrístund þar sem börnin geta komið saman og og rauninni bara búið svolítið dýnamík þar. Og það sem að þegar við förum að stað, þá minnir mig að séu sirka 30 börn í öllu Seljakverfinu sem eru í 3. og 4. bekk í frístundaheimilum. Þannig að við ákveðum að vera svolítið skynsum og reikna með aðstöðu fyrir svona 70-80 börn. Og ætli við séum ekki með einhvers staðar, held það hefur verið 140 sem sóttu síðasta haust. Hvenær gerði þessu upphaflega áætlun til? Grillaði bara núna. Það er 8 ár, er það ekki? Já, Gertrúði 8-9 ár. 8 ár, já. Mér finnst þetta rauninu bara í mjög jákvæð þróun. Mér finnst börn í 3. og 4. bekk bara ekki það að gera bara valla í 5. bekk. Og við vorum það alltaf að þessi börn sem ekki hjá okkur, séu svo upptekið að gera eitthvað annað jákvætt skilur, en við vitum það ekki alveg. Gleymi símanum. Það er að versta sem við hugsa okkur. En við veitum líka að það eru börn sem eru mjög aktív bara í einhverju öðru og þú veist, þá er það bara því besta mál. En börn í reiðileysi frá því að skóla líkur og þegar foreldrar koma heim er ekkert jákvætt. En eins og ég segi, þetta er já. En svona bara einhvern veginn, sko, já. Og sem ég get farið alveg til 2005 þegar ég tek við skilur rekstri miðbæks að þá voru þetta 20-30 brakkar í hverju frístundaheimili fyrir sig. Það voru ekki frístundaheimili undir 100 börn. Þannig að þetta er bara þróun sem þetta er líka bara samfélagsþróun sem á sér stað líka. Og ég held að líka, og ég vil taka einhvern heiður að ég held að bara líka að við höfum verið að gera góða hluti í að þróa frístundastarfið. Ég vil fá að taka aðeins undir þetta, því að samstarfið þarna milli miðbæks og IR er á einstökum grunni, held ég, og gott traust á milli aðila og þeir að þróa þetta eins og að þau leggja til mann í rútuna til þess að hjálpa krökkunum að fara út á réttum stað og svona. Þetta er að vera að horfa á þetta úr öðrum hverfum með öfundraugum og þetta, þessi faglega vinna hjá frístundaheimilisfólkinu, þeir sjá bara það. Og svo sjá þjálfararnir faglegu vinnunni í íþróttunum og þessi aðilar vinna svo saman til þess að þjónusta börnin sem best. Og síðan þetta bara, ég mæli eindregið með því að það verður hægt að koma þessi í gang. Þannig á IR-svæðinu þá væri það frábært. Bara til þessi, ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því hvað myndi kosta að koma svona aðstöðu þarna hjá IR. Það er bara einhverjum milljónum. Kannski erum við farin að tala einhverja tugi, 1 eða 2 eða eitthvað, ég bara veit það ekki. En sko ég veit bara að þegar ég sæki því fyrir 2 mánuðum síðan þá sóttum við upp á lausa kennslustofu við Eldstöðaskólann til þess að geta fengið betri aðstöðu. Og við vorum bara ekki nú ofarlega í röðinni yfir þörf og menn eru líka bara mjög varlega með þetta að reyna að koma sér fyrir. Þá skildist mér að sko kostnaðurinn við að koma fyrir svona væri eitthvað haft í 14 milljóns einnig svona kennslu. Þannig sjá bara hvað upphæðir eru í þessu. Það þarf að panta líka skortur á færanlegum kennslustofum. Já, fyrir utan það er smíðafleiri og allt þetta sko. En já, en þessi tala 14 milljónir, það gerir mig fyrirvara. Þetta er eitthvað sem er ámæri. Það kom mér á óvart hvað þetta er mikil kostnaður og þetta er náttúrulega gríðarlega bara mikið sko þegar mann er svona áður upp að það vera að reiknast með. Það þarf að fara það þarf að fá samþykki fyrir þessu, það þarf að teikna þetta, það er lagnavinna, það er rafmagn, það er hlóa, þetta er ekki bara að setja niður skúr. Kannski þegar að allt er komið saman, þá er bara kannski besta lausnin að einhvern veginn
að klára þessa aðstöðu sem að ég með. Er eitthvað því til fyrirstöðu að fari verði í matið núna eða að meta hvað það kostar? Eru þið klárir með hvar þið myndu vilja hafa frístundaheimili? Klárir sko að því gefnu að við myndum færa skrifstofunar í fjölnotahúsið og þá sett rauninni tvennt í boði, annarkvort aðskildir hlutir eða bara sambland tveggja. Það sett önnur hæðin hérna. Fyrsti hæðin hún bara önnur hæðin í heimilinu. Já, fyrsta hæðin bara full nýtt í öðru. Það eru búningsklefar og móttaka og svona ýmislegt annað. En önnur hæðin, hún myndi bara alveg losna, og síðan erum við búið að teikna 3 sali í fjölnotahúsinu á annarri hæðinni sem væri mögulega líka hægt að nýta, þótt að ég held að persónulega það væri skemmtilegra að hafa bara aðra hæðina sem frístundaheimili ef hægt er að koma við. En það þarf bara að fara yfir teikningarnar og skoða bara hvernig er layoutið hérna og hversu mikið hægt að notast við óbreyttri mynd og hvað það sem þarf að breyta. Og þá þarf þetta bara að fara í það að meta hvað slíkt verk kostar, magntaka í efni og vinnu og svona annað og gera einhverja áætlun. Þessi má kannski bara bæta við kannski að því að aðstæðan sem er í gamla félagsheimilinu, ég held að það sé engin stórkostlegur kostnaður sem þurft að fara í. Er þetta ekki bara innbú? Jú, þetta er aðal innbúsling. Það er fullt af herbergjum hérna. Það hentar okkur ágætlega að vera með fullt af herbergjum. Já, eldhúsið, klósett og Ég er svona ekki búin að taka það út, skilur, en það þarf með fullt fullt af börnum, það ástu ákveðin fullt af klósettum og svona nokkur hluti, sko. Það sem ég sagði kannski framtíðin gæti líka verið spennandi að, eins og við vitið að frístundaheimilið fer bara fram inn í húsi. Við viljum vera smitt út og hægt Þannig að, við erum með heilt íþróttasvæði, við förum ansi langt á því, sko. En, eitthvað smá í viðbót, skilur, út í körfuboltavöllur, út í eitthvað svona leiksvæði, skilur, það sem var eitthvað bara leikjum svona. Já, maður sé fyrir sig að væri að hanna eitthvað plan með einhverjum körfuboltaskífum og eitthvað svona að gera eitthvað svona fyrir svona aukreitis fyrir krakka. Það bara snýst alltaf fjármagn, sko. Við erum meira og minna bara rekin á núlli, við fáum bara styrki fyrir þessum rekstrarkostnaði og við eigum ekkert aukreitis nema það sem þá okkur verður úthlutað fyrir slík verkefni. En þetta samt svolítið svona, þessi umræða sko svolítið skrítið sko, við erum að tala saman Miðbjörg og ÍR. Miðbjörg bara hreint og klárt sko í batteri sem rekið af borginni. Mikið af starfsemi ÍR rekið með styrkjum frá borginni. En einhvern veginn þetta ekki sama leiðin. Þetta alveg bara sitt fólk skilur austur og vestur sko. Jafnvel góðu viljum vinna saman. Já. Á sínum tíma þá kom fjármagn frá borginni til þess að innrétta kjallarinn í Austurbergi og til þess að gera meira úr peningunum að þá voru það sjálfboðaliðar og handboltadeildinni sem að unnu mest af þeirri vinnu og gátu þar með komið sér upp svona félagsaðstöðu leið sem að þetta var svona tvíþætt. Og áður en það var þetta félagsmiðstöðin hjá FB, ég var formaður þeirra félagsmiðstöðar og þar var bara húsgögn frá ömmu og eitthvað, við græðum það líka bara sjálf. En hvaða leið er þetta að fara til að ná í þessa peninga? Ég var bara fyrst náttúrulega að vita hvað þetta miklu peningar. Fyrst þetta þarfagrein. Ég ætti með þetta bara að bóka, ég var svona með einhvern svona drauga og það sem við óskum eftir þessari þarfagreiningu er að henni sé kannski blítt og þannig að við getum fengið einhverjum sín, en það er kannski bara næsta ráð sem að við getum verið að koma kosningar, þannig að við veitum ekki hvernig Það er náttúrulega bara að planta þessum stóru kosningamáli, það er eina leiðin. Það er bara, þetta er mjög mikið, ég held að það sé mjög svona mikið og góð þjónustað sem að og bara færilegt stað og ef maður ímyndar sér sko hvað þessi breyting er átt sér stað þessum 15 árum. Ég veit það.
Þetta svona, þetta bara þjónusta sem hefur verið að vaxa og dafna og faglegt umhverfi sem hefur svolítið svona farið bara þessi tómstundafræðingar og ég meina þetta eru háskólanám og þetta mjög gott og faglegt fjölbreytt starf fyrir bara fjölbreyttan hóp líka. Ég sé sko 1998 þá langaði mig, ég var búin að vera vinni í þessu og mér langaði að mennta mig eitthvað. Ég þurfti að fara erlendis til þess að mennta. Það var bara ekki til nám á landinu. Það er langt síðan. Nei, Þetta var bara síðustu ári. En allavega, þetta með fleiri spurningar, einhver. Mér langaði kannski bara, ef þið ekki að springa tíma, taka 2-3 mínútur bara, af því að nú erum bara búin að tala svolítið þetta koncept. Ég sá að sko liðurinn gett frístundamál. Þú veist það, ég er svona bara sjaldan sem ég hitt ykkur. Langar bara að upplýsa ykkur svolítið það bara hvað að gerast inn í frístundamálum og þá kannski sérstaklega út frá miðbergi. Það eru rosa miklar stóra kerfisbreytingar hjá borginni núna. Við erum komið með verkefni sem heitir Betur borg fyrir börn. Það þýðir það að skrifstofa miðberg sem var áður stödd Gerðuberg 1. Við erum komin hingað og við vinnum hérna þétt saman með grunnskóladeildinni, leikskóladeildinni og velferðarsviði. Og samstarfið það kannski fyrst og fremst kannski þau sem börn sem að þurfa sérstaklega stuðning, hvernig við erum að hluta því sem við erum að gera, við erum að innleiða farsældarlöggjöfina og fleira. Og ég bara ætla að fullyrða að það er bara margt mjög gott að gerast í þessu samstarfi. Það er búið að vera erfitt en við erum að fara í rétta átt og ég held að þetta verður öllum til góða. En síðan kannski svona, sem var kannski pínu auka aðvörð úr öllu þessu verkefni er það að þegar við fórum á stað þá var búið til teymi sem heitir samfélagsteymi. Og þetta samfélagsteymi eiginlega bara hugsa svolítið hvað sé ég, alla sem búa í höfðinu með svolítið áherslu á frítímann og við miðbergi höfum komið sterk inn í þetta samstarf. Þráin er að halda utan þetta og það er bara fjöldi verkefna sem að er að vaxa upp í þessu teymi sem að eru bara íbúin til góða. Sérstaklega kannski í öllum en bara öllum aldurshópi líka. Og síðan kannski bara svona líka það að upplýsa ykkur, skilur við eins og með hvað er að gerast í félagsmiðstöðarstarfinu, að við erum með þrjusu mætingu í öllum okkar félagsmiðstöðum. Félagsmiðstöðin í Hólmasvelli er stærsta félagsmiðstöðin á Íslandi í dag, bara út frá aðsókn, það er mjög mikil aðsókn. Nokkrir hafa gagnrýnt það til dæmis að í sumum hverfum eru félagsmiðstöðvar inn í skólunum og ég er alltaf til að, og þessi umræða komið upp líka út frá græna planinu og fleira, og við erum alltaf tilbúin að fara að skoða það, en það gerur umræðan svolítið erfið að við erum óbúslega góða félagsmiðstöð. Það hindrar okkur svolítið að breyta. Og upp í 111, eða sko niður í Neðra-Brjótli, þar erum við inn í skólunum, því það er bara rétt að konseptið þar. Og síðan erum við með sameiginlega félagsmiðstöð líka upp í Neðra-Brjótli sem fyrir Fellaskóla og Hópaskóla og það er alveg þrjustustarf líka í gangi. Eitt af því sem við erum samt markvisst að vinna með er að fjölga börnum að eldum upplýna í að sækja félagsmiðstöðarstarfið. Ég hef oft þurft að svara þeirri daggrunni samt, skilur, fólk heldur að börn að eldum upplýna sé ekki að sækja félagsmiðstöðar. Það er bara rangt. Þau sækja það mjög vel, við viljum bara gera ennþá betur. Og við erum kannski sérstaklega að horfa á, sko, við eigum kannski eftir svona hluti hóp, við skulum bara svona segja það sem kannski menningin gerir ekkert ráð fyrir því að til dæmis stúlkur frá ákveðnum hópum séu að mæta eitthvað félagsmiðstöðarstarf. Og það er ekkert, þú leysir það ekkert með flæjurum, skilur. Það er bara samtal, bara maður og manns samtal og það er það sem að Þráin og Jói eru búin að koma alveg rosalega sterkt með okkur í. Það er að fara inn í hvern einasta skóla og byrja þessar samtölu líka bara að fara eins og hitta ýmsu hópa af ýmsu þjóðurnum. Það eru svona þjóðurnishópar sem að halda saman, bara vera að koma með kynningar þar. Og ég skal bara svona til að geta lokið málum minni að
bara stundir sem maður er að eiga við, maður heldur að sé svo einfalt og sjálfsagt fyrir nokkuð mörgum árum síðan þetta, 7-8 árum síðan, þá fekk ég símtal frá móður, erlendum uppruna, hún spurði mig, hver andskotanum er þessi náttfattangt? Af hverju viljið þið fá barnið mitt til að sofa með ykkur einhvers þess? Þú útskýrir þetta fyrir mig. Fáránleg hugmynd. Já, ég vil bara útskýra þetta fyrir mig. Af hverju til, þú veist, ég er með bara dóttur minni hérna sem vil fara á einhverja fara að gista með einhver fullt af öðrum úlingum og það er eitthvað starfsfólk og þú veist bara, og ég vil ekki leyfa henni að fara en hún vil fá að fara og bara, þú veist, af hverju er þessu? Ég skil þetta ekki. Og allt það, en þú veist, ég skildi hana svo vel að hún var bara, þú veist, í hennar kúltúr var þetta bara eitthvað stór skrýtið dæmi, sko. Já. Hefur verið mikið brottfall eftir COVID-ið á helstu aldursbylgjum? Það gekk svona, það tók svolítið tíma að koma því í gang til að byrja með, en ég myndi bara segja að þetta væri komið á fulla siglingu aftur. Síðan langan bætt verið fyrirgefið, ég Bara mjög gott. bara svona sem íbúðarráð, ef það er eitthvað sem einhver langar að berjast fyrir og eitthvað sem að þarf að verða ágjur af, það er frístunda aðstæða fyrir börn, sérstaklega 16 til 18. Við erum með þessa krakka, ég er bara ekki að ýkja, þau eru utan, þau hanga á hurðinni á okkur. Sérstaklega þessi krakkar sem eru drottnir út úr skóla, miður, oft krakkar erlendum uppruna líka sem er verið uppdráttar með framhaldsskólanum og við bara verðum að fá okkar fyrir þessa krakka, því að þau eru ekki vinnu heldur. Það er bara svona eins og við stundum verkefni svo færðar með skúrtum en það byrjast niður að þeir eru þörfum. Já, það er bara eitt kvöld í viku eða eitthvað. Sko bara, skilu, að því að líka ástæðan fyrir þess að getur okkar en ekki eitthvað annað, er að það komi tenging og traust. Þau þekkja starfsfólki, þau þekkja umhverfið, þekkja allt saman. Og ég held að reyndar, sko, það er stutt í það við þurfum í alvörinu að fara aðgerðir gagnvart þessum hóp. Áður en að springur allt í loft. Þessi hópur stærri hér en annars. Já, ég ætlaði að spyrja nákvæmlega saman. Er þessi hópur stærri sem sagt þeirra sem að já. Hefur fjölgað í honum í COVID? Ég hef enga tölfræði á bakum mitt að skilja svarlega spurning svona spontant. Tilfinningin sem ég hef bara frá í samtölu við mitt fólk, tilfinningin sem ég hef á því að tala við þá sem er í alþjóðateiminu, er að já, þetta er stærri hópur hér og já, það er orðið. Hvað heitir aftur úrræðið sem hefur verið notað íbúa? Hitt húsið? Nei, það var svona úlingahús. Það hétt eitthvað svona hús. Var í Vesturbænum, voru með slös. Nei, það er svona litla félagsmennska. Hitthúsið er líka bara fyrir. Ja, það er náttúrulega stórskandall. Það er niðri í Ellárdal og börnin komast ekki þangað. Það er ekki strætó sem gengur þangað. Þetta er líka tengt örugglega ástandinu sem við varum að í, sko. Svona félagslega einangrun og... Já, sko, það er erfitt fyrir að, sko, það eru ekki búið að rannsaka það, en ég get ekki breytt með einhverja tölfræði. Ég get bara notað einhverja tilfinningu og raunni, ég sem einhver skrifstofkall er kannski ekki með þessa tilfinningu. Ég er að vitna í það sem að starfsfólki mitt er að segja. Þessi tillaga kom líka inn frá ungmennaráðunum fyrra á þessu kjörtímabili og þá vorum við að ræða þetta mikið inn í menningar, íþrótt og tónlistarráði. Þar var niðurstaðan eitthvað, nei, það er allir komin í menntaskóla þarna og þurfa ekkert á þessu að halda. Þetta hefur náttúrulega verið reynt nokkur sinnum og niðurstaðan hefur alltaf verið, en það hefur ekki verið svo. Já, einmitt, en það fylgdi samt ekkert tillögunni svona Hefur þetta verið gert eitthvað á hverfisbasis? Já, þetta hefur var gert sem tilraun og vitnar í það skilur sem að er að hluta til rétt. Þetta var lítil tilraun. Litla tilraun oftar líklega þess að mismunum stendur stóra tilraunir. Það þú gerir bara pínu bónskilu. Það var eitthvað opið í 2 tíma á viku. Þetta gekk misvel í borginni. Gekk mjög vel í Breiðholtinu. Af því að þörfin er svo mikil.
Þannig að ég hef oft heyrt þetta og ég er alltaf bara, já, kannski í heildina, en í Breiðholtinu var þetta bara allt öðruvísi. Þetta var bara mjög vel nýtt. Og í rauninni, sko, annars vegar bara krakkar sem bara mæta og bara söknuðu þess að geta heistilum og þetta reyfa stundum mín fullt af framhaldsskólum og allt þetta. Síðan erum við bara með velferðarmál hérna inni sem að, væri gott að fá börnin til okkar. Við tölum oft um tímdahóp, börnin á aldrinum 16 til 18 ára. Þau eru bara að drotta þarna inn. Væri ekki tímt þar. En auðvitað þetta allt saman, svart peninga og það verið að prófessora og allt þetta en eins og ég segi, ég held að sérstaklega hvað var FB, þegar við höfum líka verið góðu samstarfi við FB en í rauninni þetta svolítið, það var alveg ákveðin breyting, við vorum svolítið að vinna með hana hópinn áður fyrir þegar við vorum hjá ITR, síðan verið breytingar undan þessum breytingum síðustu þegar rauninni skóla og frístundar verið til og við frístundamiðstöðvar færast frá tónlistarráði yfir til skóla og frístundaráðs og þá var svolítið skilgreint stífara við erum að vinna með grunnskóla alveg, þeir eru ekki að vinna hérna. Eitthvað sem að við pólitíkinu verðum. Takk fyrir bátir. Ég bara... Aftur og aftur. Það er líka kannski sko erfitt að því að þau hanga á hurðinni og það er svo erfitt að segja nei, þú þekkir þau og það traustið til staðar, en svo á sama tíma þá ertu náttúrulega yngri börn inn í félagsmiðstöðinni sem þú ert líka vernda, þannig að þú þurftir alltaf að hafa einhverja aðgreiningu á aldri. Þú veist, það er svolítið... Og það er alltaf hugmyndin, sko. Já. Það er alltaf hugmyndin. En svona kannski bara hlutaði akkur ég flungin á þessu að þegar ég var í námi til Danmarkur tíma þá skrifaði ég lokaríkjart, ég var náttúrulega öllumur, en þá var ég að skoða hvernig iðjuleysi og gengjamyndanir og skrifa lokaríkjart umrunni. Ég bara ungmenni sem voru að glæpa hegðun, getum sett svo. Ég spurði einu í tengslum þetta, finnst þér þetta að hafa breyst eitthvað með tilkomu tölvu og tölvuleikja, eru krakkar mikið úti á kvöldinu eins og það var áður? Maður hefur heyrt á samtali við skólastjóra að núna eru þeir teknir eftir skólastjóran sem eru bara lokaðir af í tölvunni, en ekki lengur eitthvað að kasta steinum úti í bíla eins og var. Já, það er ekki, sko, það er svo gaman að vera sem að kynnstóðu skilur. Börn sem við erum alveg í dag, eru miklu betur en ég var, sko. Það er alveg á hreinu og ég er kynnstóðu sem að fór niður í bæ, skilur 15 ára gamall, niður á Hallærisplan og allt þetta. Og við erum svolítið langt frá því. Við erum kannski komið með, við erum ennþá hérna með bara svona hluta okkar starfsemi er í rauninni svona hverfaröld og við erum líka í samstarfi við foreldraráðin sem eru með sínröld og svona að það er ekki mikið með svona hópa safnanir eins og voru áður fyrir. Kemur þó alveg fyrir og sérstaklega er það tímabildir eftir að vora og svona, þá kemur smá fjör. En það sem kannski við sjáum í dag, þess að við höfum breyst svo mikið líka með tækninni, að það eru kannski svona jaðarsetti krakkar sem að þeim hefur farið fækkandi. Þau eru stundum í verri málum heldur en hérna áður fyrir, svona tilfinningin mín. Og það sem að tæknin hjálpa þeim í dag, ef þú ert sko komið einhverja óæskilega hegðun og býrð upp í bara upp í Seljahverfi, þá er mjög öll að tengist einhverjum sambærilegum sem til sömu veit eins og þú sem býr kannski í Keflavík. Og þetta er það sem við erum að sjá. Við erum að sjá þess að hópast að þeir séu kannski í hverfum, þeir ferðast á milli. Og þegar þið heyrið einhver svona í fréttum einhver leiðindamál, Laugadalnum var hérna svolítið á tímabili, þú veist skilur Kópavoginum, alls konar. Þú veist, það er ekkert endilega krakkar úr Laugardal. Það eru bara krakkar, þú veist, úr Mosfellsbæ, Keflavík, Akranesi, Breiðholti skilur. Þetta er bara, þau tengja sig. Þannig ég man ekki hvað spurningin var. Þetta er ungmenna. Já, það er mjög góð að taka á ungmenna.
En ég myndi segja svona bara svona heildin skilur krakkar í dag og þeir eru kannski með öðruvísi vanda kannski af sig. Við skoðum kannanir frá rannsókn og greiningu og fleira, þá sjáum við kannski það sem við erum kannski að horfa mikið á kvíði. Þú veist, hvað hvernig getum við unnið með því að og sko kvíði og kvíði er ekki alveg það sama sko. Þú veist, þetta er kvíði sem þarf að meðhöndla af bara sérfræðingum, sálfræðingum skilur, en oft kannski tilfinning sem krakkar, ég held að það sé kannski stór part sem svari í könnunni, þau eru kannski ekki komið klínískan kvíða, en þau eru með, það er einhverju hindranir orðnum lífið þeirra út af kvíða og ég held það er eitthvað sem við eigum að geta unnið svolítið með, bæði skólinn og frístundastarfið. Mín lokaorð, mjög áhugavert. Bara takk fyrir að koma og ræða. Ég held að við hefðum ekki annað þannig að bara, og þú líka Eyjólfur, takk fyrir. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Já. Ég var með drög. Ég er miklu trú á því sem við getum gert hérna niður frá og þetta verður öllum til góðs og sérstaklega þá yngri kynslóðana sem ég munu vaksa upp á Dafna og hvað sem að verði öflugur íþróttamenn eða bara þessi forvarnastarfi, þá held ég að þetta er mikið að vinna að halda áfram að byggja upp hérna. Ljómandi, sammála. En bara takk fyrir komuna og takk fyrir komuna. Takk fyrir. Ljómandi samtal. Ég var búin að senda drög á bókun á heimi. Getum kannski fendra eitthvað meira við hana, svona eftir fundinn, eða eftir þetta samtal. Kalla eftir þarfagreiningu svona. Já, drögin hljómar svona. Íbúar Breiðholts takkar góða umræðu frístundamál í Breiðholti endur mikilvægt að fjölga starfsemi reynda hendi. Mikil fjölgun barna í hverfinu er ánægjuleg og telur ráðið að mikilvægt sé að leita leiða til að létta frístundaheimilum þar sem aðstæðan er sprungin eða þröng. Við getum bara skoða það. Orðalagið, ráðið til mikilvægt að skóla- og frístundasvið bregðist hratt við og skoðaðir verði möguleikar á því að setja frístundaheimili sem borgin rekur og stefna borgarinnar segir til í húsnæði ÍR í Suðurmjódd. Í mörg ár hafa ÍR og Miðberg átt farsælt samstarf frístundastarf og frístundarútu í Austurbergi fyrir ÍR unga, í hverfinu frá 1. til 4. bekk. Íbúar telja mikilvægt að horft verði til áframhaldandi samstarfs meðal annars til að samþætta vinnudag barna í Breiðholti og nýta þá innviði sem fyrir til hendi í anda græna plansins. Hljómar bara prýðilega. Já, svo að því að Eyjólfur, þú myndist á þessa þarfagreiningu, þá ákvað ég að henda hérna nokkrum línum. Hvað er það orðið langt? Er ég yfir orðans? Var ekki 250 ára? 200. 200? Má ég búið með eina? Já. Adolfsson. Já. Það stendur það mikil fjölgun barna í hverfinu. Já. Ég get orðað þannig mikil fjölgun barna í hverfinu undanfarin ára því að eins og staðan í dag er ekki endilega fjölgun. Já. Það er kannski ekki alveg rétt. En það hefur verið fjölgun barna á undanfarnum árum síðan. Þetta gerist ekki allt í einu, þetta er búið að gerast jafnt og þétt. Við getum líka sagt bara fjölgun barna tekið mikil úr og fækku orði. Það sjá, fjölgun barna í hverfinu undanfarin ár er ánægjulegt. Og ég var með smá svona og ég senda þetta heimir. Og ég ekki bara lesa hérna á... Jú, þú getur líka bara sér þessu sjálf ef þú vilt, eða ég get líka gert það. Ég get bara kallar íbúar eftir þarfagreiningu og kostnaðarmati sem fyrst þar sem komið verði inn á hvort núverandi aðstæður nýtir, hvort það þurfi að leggjast í framkvæmdir og hvað breytingar það myndi kosta til að húsnæði gæti verið nýtt til að létta undir þann fjölda barna sem sækir frístundastarf í Breiðholti. Annars er þetta samt ekki tölvupústi. Það er viðbótir. Hvernig viljið þið vera afdráttarlausar eða? Þannig að það er
Alveg bara, heyrst ekki í ykkur. Það er þrengt í dag. Þeir eru bara þreyttir. Já, eitthvað þrengt í dag. Er ekki bara, já, kannski ítreka mikilvægt að þetta verði unnið hratt og vel, svo að þetta náist fyrir haustið? Já, góð punktur. Svo þessi minnst rask fyrir krakkana, þú veist, þannig að þau venjist ekki við eitthvað máta af því það er ekki tilbúið og svo allt inn á miðri önn eitthvað. Hvernig getur við bara setja þarna aftast? Kallar ráða eftir flýti með þetta. Turbo. Hvað segir það? Kallar ráðið eftir Sandruna fattið, fattið. Já. Ég líka bara sagt hérna strax í haust. Já. Já. Spörum ekki stórorðin. Það kemur á börnbónu. Og ég setti líka þetta fjölgun barna í hverfinu undanfarin ár. Það sem var, tók út mikil, önnur grein, já. Það tekur bara fjölgun barna í hverfinu undanfarin ár er ánægilegt. Já, vil ég, svara þetta eitthvað kallið? Já. Ok. Er við saman það, Jóna? Flott. Já. Það er bara spurning hvort þetta er skóla- og frístundasvið sem þetta heyrir undir þessi kostnaðarliður. Já. En getum við sagt, já það er svo Já. Eftir atvikum önnur svið. Já. Já. Þeir myndi vantilega hafa fórustugmyndi eða ekki? Það er ekki að leiða verkefni. Já, sko, óskin fjármunina þyrfti að koma frá ÍR, sem sagt. Já. Og sín tíma var þetta ITR sem að gekk í fræðar. Já, getum við þá sagt ræðkjörni mikil fyrir skóla- og frístundasvið og ITR. Eða íþrótta- og tómstundastarf. Já, íþróttastarfið heyrir undir ITR. Já, en þau þurfa að tala saman. Þannig að það er ekki bara flott. Og ITR. Og ITR. Íþrótta- og tómstundastarf. Íþrótta- og tómstundastarf. Það er ofmörg ár, það er komið með 200. Nei, 106. Áður ég. Já. Já. Stenda. En það ekki bara. Mikilvægt skóla- og frístundastarf og íþróttastarf bregðist fast við og skoða verið möguleikar á þeirri sveitarfélagi. Er þetta ekki bara komið að því strax í haust? Já. Og ekki að, eru samþykkt með þessu? Já. Konur og Þórunn. Já, samþykkt. Í hérna. Tóklaðan. Hún heyrir ekki. Þetta er samþykkt, ég var að gera svona. Já, við nefnilega sjáum það ekki. Já, ok. Nú hefði getið verið að búið niður allan tíman. Já. En já, samþykkt. Já. Flott. Þú sett þá vantilega sendir þetta eitthvað. Við þurfum eitthvað að vinna með þessa bókun þá. Þetta fer bara á í fundagerðinu. Ljómandi. Herri, bara takk fyrir komuna Helgi og Eyjólfur og Já. Og þið potið í ITR, Eyjólfur. Já, segið, það væri bara frábært að vera hægt að bara koma þessu í gang og fylgjast eftir bara eins fljótt og hægt er. Já, ljómandi. Takk fyrir mig, takk fyrir að bjóða mér. Endur að bjóða mér aftur. Já. Það er líka það. Mér er svo gaman að segja frá. Ég er alveg upp í þessu hverfi og ég heyra allir minni æfi í þessu hverfi, þykir óa vænt við það, þannig að mér er svo gaman að geta sett frá. Það er mikið flottum krökkum og fólki í þessu hverfi. Takk fyrir komuna. Herru, takk fyrir. Takk fyrir. Nei. Já, bless. Ég var að taka það á málumni hverju til umræði og náðu Já, ég skrifaði líka fyrir fulltrúa foreldrafélaga. Já. Svo flott.
Ertu búin að senda Mjög gott. Nei, ég vil bara senda þér tölvupósti. Já. Og hérna getur hann, við skulum bara bakka því það upp og aftur. Ok, flott. Vil ég tala meira í málumni kerfisins? Það er bara svo gaman, við viljum helst ekki tala mikið. Hérna, Gras er grænt núna. já, grænt gras, minni snjó. Nei. Svo það er bara frábæri umræður hérna á íbúasamtökunum, þann Þorvaldur sem er með hérna hjólafærni, hjólakraftar, tala um að setja upp frískáp hjá sér. Já, þetta er frábært. Bara frábært. Hann er búinn að vera niður í bæ, hérna, svolítið tíma frískápur. Svo fólk getur komið og setja afganga mat. Öðrum er frjálst að taka það án endurgjalds, þannig að ég held að geti verið bara mjög svona skemmtilegt enn eitt svona samfélagsgull, eitthvað að við vinnum okkar eigin frískáp. Akkurat. Annars er fólk bara almennt svo allir voða kátur og glaðir. Kannski líka að minna á að borgarvefsjóni er hægt að fylgjast með þrifum borgarinnar. Svona að því það er svona aðeins færða, maður sér sandi núna og svona. Já, það er ekki að vist alveg vera bara svona laga sandi líka. Kölluðu eftir þegar hérna hálkuvarið og svo var bara sandi og svo situr hann eftir. Það er neyðustjórnfarið, bara fyrir fullfært sandurum. Já. En erum við ekki núna, ekki breytt núna í Forgangi, varum við ekki síðast? En það er bara, það er aftur að koma páskahrett og svona, þannig að við skulum alveg vera okkur. Já, það er samt búið að fyrsta hverju borgarna er komið í Flimri, það er hálfur bústaðir. Maður getur séð ekki í rauntíma, sko, hvernig staðan er, þannig að ég er bara að vísa borgarverksum til þess að fylgjast með. Reykjavík.is/hreinsun. Já. Ég var að reyna að fá yfirlit frá þeim. Það er ekki alveg komið götu frá götu, en það verður væntanlega á næsta fundi. Já, ég sá allavega að bara planið 2021 var sem sagt fyrir skjalið. 22 er þetta komið. Var það komið? Það var alltaf ekki komið því ég kíkti, en ég sá á borgarverksum að þið voru byrjaðir að súpa. Þetta bara kemur allt svona eins og með snjómokturinn. Margar götur sem er að hérna fara yfir. Ok, heyrðu, þá er eiginlega bara fyrir 16. maí. Já, ertu búin að senda mér búkuna? Já. Kannski bara verpið henni upp ef hann. Þetta er alltaf gerast. Og það er svo flinkur að vera á mörgum skjá. Þú les hana? Já, fulltrúi foreldrafélaga í íbúðarráði Breiðholts þakkar góða kynningu á frístundastarfi í Breiðholti. Mikilvægt er að frístundastarf sé bæði faglegt og fjölbreytt og er það ánægjulegt að áform eru að bæta aðstöðu fyrir frístundastarf í Breiðholti. Við ljósi þess að mikil uppbygging hefur átt sér stað og mun eiga sér stað á Írsvæðinu, fagnum við samþættingu og þjónustu og frístundastarfi í hverfinu en vinnum jafnframt á að ekki má gleyma þörfum barna sem stunda aðrar tómstundir eins og sund og tónlist, svo dæmi séu tekin. Einnig áréttum við mikilvægi Hólmasel bæði fyrir frístund 3.–4. bekkjar sem félagsmiðstöðvar fyrir eldri nemendur. En þetta verði ekki til þess að Hólmasel verði lengt niður. Ok, þetta er flott. Ljómandi. Þá bara er svona opinni dagskrá. Opinni dagskrá lokið, næstu dagskrálið er lokaður. Já. Þannig að við bara þökkum fyrir þennan fund og hérna góðar umræður. Sjáum svo á maífundi. Já, ok. Við erum menn í